Sjáum það, Fylkismennir, þeir fara ekkert með marga upp þegar þeir fara upp hérna. Í þessu þeir bíða bara heima. Álega gert, Hörður Ingi, hér hefur hann tíma og pláss, Hörður Ingi og skot! Þetta tekur í markið, það er Gylfi Þór Sigurðsson sem að kemur Valsmönnum yfir hér á 34. mínútu og það þarf ekki alltaf að vera fastbjóðsum. Kemst upp hérna og út í teginn. Bara skólabókardæmi hvernig á að gera þetta. Svo hérna. Hörður Ingi, það hefur hann tíman, fína sendingu og þetta er eiginlega stór. Frammi Fylkismennir og svo tveir á miðjunni og svo fara allir hinnir í varnarlínuna þá verður erfitt að flott sending þarna og Gylfi með meiri háttar sendingu þarna á Patrik. Það var Lukas Logi sem að lyfti boltanum þarna inn fyrir á Gylfa Þór Sigurðsson. Gylfi Þór, nikkar honum þarna á Patrik Pedersen og eftirleikurinn auðveldur þarna fyrir þann danska gæðamark hjá heimamönnum. Já, frábært mark og við sjáum það sem ég var að tala um er þessi leikmenn sem er að fá boltan þarna í þessum svæðum geta snúið svo bara tekna. Valsmenn koma hér, Adam Ægir setur hann upp í loftið þannig að Tryggvi Hrafn hér inn fyrir á Sigur Egil og hann kemur honum hér á Adam Ægir og flaggið niðri, þetta markið telur Adam Ægir Pálsson. Já, þetta var ótrúlegt upplöp. Já, boltinn einhvern veginn hérna á Adam upp í loftið og hérna var að það væri nú eitthvað að hægast á sig en Siggi hendur hlaupin áfram og óeigjarn þarna, Siggi. Já. Ragnar Bragi að koma sér í vandræði þarna og Guðmundur Andri sloppinn í gegn, ætlar hann að klára þetta sjálfur, nei, sendur boltan hér á Patrik Pedersen sem afgreiðir þetta, óeigjarn þarna hefði getað skorað sjálfur, hann Guðmundur Andri í 100. leiknum í eftirdeild, en hann tíjar þetta bara upp fyrir Patrik Pedersen og þá er eftirleikurinn oftast auðveldur fyrir þann danska. Það var frábært slút og mjög vel gert hjá Guðmund Andri.